Jæja, nú eru þau búin að gera minnistilraun og koma með gögn og mjög margir voru komið flotta hérna súluritt eða línuritt og nú ætla ég aðeins að fara yfir rannsóknarskýrsluna. Þið sjáið hérna er dæmi svona uppsetningu, langt í burtu, inngangurinn ykkar þarf ekki að vera svona langur en hann er örugglega alltaf svona alltaf því ein blaðsíða. Aðferðakaflinn er svona hálf blaðsíða, niðurstöður er svona ein blaðsíða með tveim myndum, þetta er pínulítill texti, verið að vísa í myndirnar, umræðan er svona hálf blaðsíða, eitthvað svoleiðis og svo endurrit heimildaskrá. Þið sjáið alveg hérna, er búin með þetta, hérna er aðeins hvað á að vera í hverju kafla, það á að vera forsíða, það er fræðilegur inngangur en ekki skýra þann kafla neitt. Í þessum fræðilega inngangi þar er talið þetta sem ég setti gult hérna og kaflinn endar svo á rannsóknartilgátun ykkar. Þannig að hvað haldið þið að muni gerast sem þið voru væntanlega mörg búin að skila inn. Svo kemur aðferðakaflinn og í aðferðakafla þá hafið þið hérna titilinn feitletraðir í miðjunni og svo hérna eru þátttakendur búnar gögn og framkvæmd. Það eru undirkaflarnir í aðferðinni og þeir bara hafið þið hérna, hvað er þetta til eitthvað, hægri eða vinstri? Þeir eru bara hérna, yfirleitt er þetta hérna, er þetta bara svona undirstrikaðir. Svo kemur niðurstöðukaflinn, niðurstöður eiga að vera líka feitletraðar og miðjaðar og þar eru súluritin ykkar og þið svona skrifið smá texta og vísið í myndina. Þannig að þið þurfið að vera búin að skýra myndina mynd 1. Hér má sjá staðsetningu orðana sem þátttakendur tóku og mynd 2 kannski meðaltöl og þá getið þið vísað í textaðan. Eins og sjá má á mynd 1 þá er munur á staðsetningu orðana eftir hvernig fólk myndi það. Síðasti kaflinn er svo umræðukafli. Heitið á honum má líka vera feitletrað og miðjað og þið byrjaðu að tala hvort tilgátan ykkar stóðst eða ekki, eða hvort þið fengu stuðning við tilgátan eða ekki. Aldrei að tala að neitt sé sannað eða afsannað í sálfræði. Þetta er náttúrulega félagsvísindi, það er mikil breytt, aðra breytur sem hafa áhrif, þannig að við tölum að við fáum stuðning við tilgátur, við sönnum ekki tilgátur. Og hérna tengi þetta aðeins við það sem þið töluðu í inngangi. Tengi þetta vera aðra rannsóknir, eru það að fá það sama og aðrir hafa og hérna er svolítið mikið svona frá ykkur og af hverju haldið að það sé. Ef þið eru að fá það sama, af hverju haldið að þið fáið sömu niðurstöður eða af hverju haldið þið fáið ykkur aðra niðurstöður. Og hvernig væri kannski hægt að gera betur. Til dæmis eru mjög fáið þátttakendur hjá ykkur, þið fáið væntanlega áreiðanlegri gögn ef þið eru fleiri þátttakendur og eitthvað svona. Hvaða er þið með einhver svona önnur tvist sem var hægt að taka þessa rannsókn sem gaman var að skoða og svo hafið bara hefðbundna heimildaskrá eins og þið eru vön sem byrjar þá væntanlega á sér síðu. Ég er með nokkuð dæmi hérna sem ég er búin að fá leyfi til að sýna. Þetta er ekki alveg nákvæmlega sama rannsókn á ykkar en hérna er bara forsíða, fullt nafn á öllum. Hérna er svona fræðilegur inngangur, hérna er úr kennslubókinni aðra rannsóknir minni og það er svona skýringamynd minni hérna, svo er aðferðakaflinn, þetta er bara lauslega talið upp allir þátttakendur, mælitækin sem er notað og framkvæmdin, það er svona stæðsti undirkaflinn, þar er að segja, vísa framkvæmdina ykkar, það skýrt að einhver annar geti endurtekið hvað þið voru að gera. Niðurstöðunar, það er hérna feitletrað, hérna er mynd, hún heitir mynd 2, fjöldi orða og svo í textanum er vísað í myndirnar. Og hérna gerður svolítið margar myndir, svo kemur umræðukaflinn og það er feitletrað í miðju og hérna er tilvísanir inn í texta, hérna er verið að tala svona svolítið að sama og í innganginum og heimildir. Ég hef annað dæmi hérna. Hérna er rannsóknarskýrslu minni. Það er þessi fræðilegur inngangur, hann heitir ekki neitt, það er bara strax byrjað að tala og er að tala svona fræðilega minni og fyrir rannsóknir sem þið tengið við.
Hún með svona skýringarmynd og svo endar hérna á tilgátan. Tilgátan kemur bara svona í síðustu málsgreininni. Aðferðakaflinn, þáttakendur, búnaður og framkvæmd, niðurstöður með mynd, myndum og umræðukaflinn og heimildaskrá. Eina enn hérna. Hérna hún með efnisyfirlit. Þið þurfið þess ekki svona stuttri rannsókn en það líka ágætt að reyna að venja sig á að gera það bara ef þið kunnu það. Hérna hún með svona úrdrátt. Aftur ekki gerð krafa það en í stærri rannsóknum þá þetta svona. Og það alltaf svona tilvísanir í textan úr hvaða heimild verið að fjallum efnið í þessari efnisgrein. Þannig að, og hún með skýringarmynd, hún með mjög langan inngang, það var mjög ítarleg rannsóknarskýrsla. Aðferðakaflinn, mjög snyrtilegt hjá henni. Og niðurstöðurnar með mynd, myndum, umræðukaflinn og svo heimildir. Þannig þetta á að líta, uppsetningin eitthvað svona svipuð þessu í þessari röð og það svolítið svona strangt í sálfræði, þú veist heimildin það byrja á sérskrá, í stórum ritgerðum byrjar aðferð niðurstöður umræða á sérblaðsíðum. Við þurfum ekki að gera kröfum það hér, en það samt á að vera miðjað og feitleitrað undirkaflarnir. Þannig að ég vona þetta hjálpi.